Dagur við vatnið. Það sólríkur laugardagur. Tómas, 35 ára faðir, og 10 ára sonur hans Mats ferðast saman í litlu bílnum til nálægs vatns. Mats elskar náttúruna og veiði. Snemma morgun vakna þeir, borða saman morgunmat og pakka veiðibúnaðinn sinn í bakpoka. Þeir hafa veiðistangir, kökur, lítið bátið og mikinn góða skapi með sér. Þegar þeir koma að vatninu, heiminin blár og fuglarnir syngja. Tómas setur bílinn og þeir ganga að bátsleigunni. Mats hrópar, faðir, ég get ekki beðið eftir að veiða. Tómas brosir og svarar, ég líka, Mats. Í dag munum við ná mörgum fiskum. Saman stíga þeir inn í bátið og sigla hægt yfir slétta vatnið. Á bátnum talar Tómas við son sinn. Þú veist, Mats, veiði ekki aðeins íþrótt heldur líka frábær tækifæri til að njóta náttúrunar. Við getum horft á fiskana og fundið ró. Mats hlustar athugasamt. Hann elskar þegar faðir hans útskýrir hvers vegna náttúran svo yndisleg. Á meðan þeir sigla sér Mats litríka fiskana í vatninu og jafnvel lítinn fugl sem situr á ströndinni. Þegar bátið leggur ankur á rólegum stað undirbúa þeir veiðibúnaðinn sinn. Tómas sýnir Mats hvernig á að halda veiðstanginni rétt og festa kökurnar. Nú þinn tími, Mats. Reyndu það, segir Tómas. Mats tekur stangina í hönd og endurtekur það sem faðir hans sýndi honum. Hann kastar línunni og bíður þolinmóður. Mínútur líða í þögn, truflaðar aðeins af lyftingu vatnsins og mildum vindi. Skyndilega finnur Mats draga í línunni. Faðir, ég held að ég hafi fiska, hryr hann spenntur. Tómas kemur fljótt að honum og hjálpar til við að halda stanginni. Saman draga þeir fiskinn upp úr vatninu. Það lítill abbor, en fyrir Mats það stór árangur. Vel gert, Mats, hrópar Tómas. Mats stoltur og brosir breitt. Eftir að hafa veitt fiskinn sleppur þeir honum varlega aftur í vatnið. Tómas útskýrir, við veiðum ekki fiskana aðeins til að halda þeim. Oft sleppum við þeim svo þeir geti lifað áfram og fleiri fiskar geti vaxið. Mats kinkar kolli og skilur að náttúran mikilvæg og að við verðum að vernda hana. Eftir veiðarnar slaka þeir á í bátnum. Tómas og Mats ræða allt sem þeir upplifðu. Ég lærði mikið í dag, segir Mats. Þú sýndir mér hvernig á að veiða og njóta náttúrunar, bætir hann við. Tómas glaður og finnur sig vera góður kennari og faðir. Dagurinn líður hratt. Þegar sólin hægur að setjast snúa þeir aftur á ströndinni. Mats og Tómas taka nokkrar fallegar myndir af náttúrunni. Síðan keyra þeir heim, þreyttir en hamingjusamir yfir yndislegum degi við vatnið. Þegar þeir koma heim segja þeir móður sinni frá ævintýrinu sínu. Mats getur varla beðið eftir að fara aftur að veiða og læra meira náttúruna. Það var ógleymanlegur dagur sem færði faðir og son nær saman. Where do Thomas and Max go? A. To a lake. B. To a park. C. To the beach. The correct answer is A. To a lake. What does Max love? A. Playing soccer. B. Nature and fishing. C. Reading books. The correct answer is B. Nature and fishing. What do they do first in the morning? A. They get up, have breakfast together, and pack their fishing gear. B. They go swimming. C. They play video games. The correct answer is A. They get up, have breakfast together, and pack their fishing gear. What does Thomas show Max how to do? A. How to ride a bike. B. How to build a sandcastle. C. How to hold a fishing rod properly and attach the bait. The correct answer is C. How to hold a fishing rod properly and attach the bait.
What fish do they catch? A. A large fish. B. No fish at all. C. A small perch. The correct answer is C. A small perch. Dagur á ströndinni. Það sólríkur laugardagur. 4 vinir Anna, Paul, Lena og Mark ákveða að fara á ströndina. Þeir eru mjög spenntir fyrir ferðinni sinni. Snemma morgun hittast þeir á lestarstöðinni. Hver vinur kemur með tösku sem inniheldur ströndarfatnað, handklæði, sólarvörn og eitthvað mat. Anna hefur undirbúið fallegt útivistarbygnig, Paul hefur komið með strönduloftu, Lena ber með sér myndavélina sína og Mark tryggir að það sé nóg af vatni og snarf. Þeir taka strætó saman á ströndina. Á meðan á stuttu ferðalagi stendur tala þeir glaðlega og syngja jafnvel litla laglínu. Þegar þeir koma fram, sjá þeir langa, gullna sandströnd og glitrandi blátt haf. Sólskin lýsir bjart og heiminin skýr. Allir líða glöðir og fullir orku. Fyrst hlaupa þeir að vatninu. Anna og Lena stíga með stórum brosum veikt í hafið, á meðan Paul og Mark leika sér með loftuna á sandinum. Mildu öldurnar snerta fætur þeirra og þeir skvappa vatni á hvor annan. Það gleðilegur og afslappandi augnablik. Eftir að hafa leikið sér, setjast þeir niður á handklæðunum sínum, njóta pikniksins og hlusta á hljóð hafsins. Þeir ræða drauma sína, áætlanir og muna eftir skemmtilegum ævintýrum sem þeir hafa upplifað áður. Seinni eftir hádegi ákveða þeir að heimsækja gangstéttina við ströndina. Gangstéttin löng, litrík göngustígur sem liggur meðfram ströndinni. Langs leiðarinnar fjöldi smáverslana, kaffihúsa og ístanda. Vinirnir ganga hægt gangstéttina og njóta fersks sjávarlofts. Á sjarmerandi ístöndum kaupa þeir sér ís. Paul velur súkkulaði, Lena tekur jarðarber, Mark fær vanillu og Anna reynir sítrónuís. Á meðan þeir njóta ísins, skoða þeir smáverslanirnar og taka margar myndir til að muna eftir deginum. Gangstéttin full af glaðvættum fólki. Mjúk tónlist spilar í bakgrunni og allir brosa. Vinirnir setjast á bekk, deila sögum og leggja áætlanir fleiri skemmtilegar ferðalög í framtíðinni. Tíminn líður hratt og fljótlega byrjar sólin að setjast. Himinninn fær fallega litríka blöndu af appelsínugulum og bleikum litum, sem gerir allt töfrandi. Kvöldið snúa þeir aftur á ströndina til sérstakrar atburðar, stórkostlegs eldflaugahald. Þeir breiða handklæðin sín út á sandinn og bíða spenntir. Hafið glitrar undir ljósi mánaðarins og mjúk hljóð öldana gerir nóttina rólega og friðsama. Skyndilega lýsir dökkur heiminin upp af margvíslegum litum. Rauðir, bláir, grænir og gulu eldflugur springa upp á heiminin. Vinirnir horfa á fallega sýninguna og klappa af ánægju. Anna segir, þetta svo fallegt. Lena bætir við, ég mun aldrei gleyma þessum augnabliki. Paul og Mark brosa og kinkar kolli í samþykki. Eldflaugahaldið varir það bil 10 mínútur og fyllir hjörtu þeirra af hlýju og gleði. Eftir eldflaugahaldið pakka þeir saman og ganga aftur á strætóstöðinni. Á leiðinni heim tala þeir yndislega daginn, bragðmikla ísið og stórkostlegu eldflaugahaldið. Það var dagur fullur af gleði, vináttu og ógleymanlegum minningum. Þegar þeir koma heim, kveðja þeir og lofa að skipuleggja nýja ferð fljótlega. Hver vinur fer að sofa með bros á vör og með margar glaðar minningar af fullkomnum degi á ströndinni. Where do the 4 friends meet in the morning? A. At the bus stop. B. At the park. C. At the train station. The correct answer is C. At the train station. Which item did Anna contribute for the trip? A. A nice picnic. B. A beach ball. C. A camera. The correct answer is A. A nice picnic. What activity do Paul and Mark do on the sand? A. They take photos.
B. They jump into the sea. C. They play with a ball. The correct answer is C. They play with a ball. At the ice cream stand, which flavor does Lena choose? A. Chocolate. B. Strawberry. C. Vanilla. The correct answer is B. Strawberry. What special event happens at the beach in the evening? A. A fireworks show. B. A live concert. C. A bonfire party. The correct answer is A. A fireworks show. Ganga skóginn. Hvern laugardagsmorgun fer Anna í göngutúr skóginn með litla hundinum sínum, Bellu. Anna elskar náttúruna og skógar nálægt húsinu hennar eru fullir af grænum trjám, mjúkum laufum og syngjandi fuglum. Sólskin glitrar gegnum greinar og lofti lyktar fersku og hreinu. Ein laugardagsmorgun ákveða Anna og Bella að ganga dýpra inn í skóginn en venjulega. Anna spennt en aðeins stressuð því hún hefur aldrei farið svona langt áður. Bella hins vegar mjög glað og hleypur á undan á mjúkri stíganum. Á meðan þau ganga, stöðvast Bella skyndilega og horfir á eitthvað nálægt runni. Anna gengur nær til að sjá hvað Bella hefur fundið. Til hennar undrunar lítill refur sem felur sig bak við runnin. Refurinn hefur bjarta, forvitna augu og virðist alls ekki vera hræddur. Anna brosir og tekur mynd af honum með símanum sínum. Bella situr rólega við hlið hennar og vinglar með hala sínum. Augnablikið finnist töfrandi. Eftir nokkrar mínútur heyrast mjúk hljóð frá baki þeirra. Grein brýtur og Anna finnur fyrir litlum ótta. Hún snýst fljótt við og sér gamla mann standa nokkrum skrefum í burtu. Maðurinn hefur góðvild og blíðan bros. Halló, segir hann rólega. Ég að leita að týnda hundinum mínum. Hefur þú séð lítinn hund? Anna hissa. Nei, ég hef ekki séð neinn hund, svarar hún. Bella gelmir mjúklega eins og hún vilji kveðja gamla mannin. Maðurinn útskýrir að hann gangi oft þennan skóg með hundinum sínum, Mats, en í dag Mats týndur. Anna hlustar gaumgæfilega, með samúð fyrir manninum. Anna ákveður að hjálpa honum. Ég mun hjálpa þér að leita að hundinum þínum, segir hún blínt. Gamli maðurinn brosir og þakkar henni. Hann sýnir örlygsmynd af hundi til að minna hana á hvernig Mats lítur út. Saman ganga Anna, Bella og gamli maðurinn dýpra inn í skóginn. Þau leitast við að skoða nálægt hárum trjám, bak við runna og meðfram litlu læknum. Bella hleypur glaðlega allt, kannar hér og þangað. Skógurinn kyrr, nema fyrir hljómin af fótum og syngjandi fuglum. Eftir nokkrar mínútur gelmir Bella hátt. Hún hefur fundið eitthvað. Gamli maðurinn fylgir Bellu og þau uppgötva lítinn, brúnt hund sem felst undir runni. Hundurinn virðist svolítið hræddur en öruggur. Mats, hrópar gamli maðurinn glaðlega. Hann lyftir litla hundinum og faðmar hann fast. Anna mjög ánægð að sjá þá sameinast aftur. Gamli maðurinn þakkar Anna og Bellu fyrir hjálpina sína. Hann segir, í dag var mjög sérstakur dagur. Við hjálpum hvort öðru og eignuðum okkur nýjan vini. Anna brosir og finnur hlýja innra með sér. Fljótlega byrjar sólin að setjast og heiminin fyllist af fallegum appelsínugulum og bleikum litum. Gamli maðurinn, Mats, Anna og Bella ganga saman aftur að útlínum skógarins. Á strætóstöðinni kveðja þau og fara í sína átt. Anna og Bella ganga heim, glöð og full af yndislegum minningum. Þann dag lærði Anna að jafnvel einföld göngutúr skóginn getur leitt til stórs ævintýris og nýrra vina. Hún og Bella hlakka til næstu göngu og spá í hvaða óvæntar uppgötvanir þau munu finna. What does Anna do every Saturday morning? A. She stays at home. B. She goes for a walk in the woods with her dog. C. She goes shopping. The correct answer is
B. She goes for a walk in the woods with her dog. What does Bella do when her and Anna walk deeper into the woods? A. Bella runs ahead on the soft path. B. Bella sits quietly and does nothing. C. Bella goes back home. The correct answer is A. Bella runs ahead on the soft path. What does Anna discover near a bush? A little fox. B. A small bird. C. A stray cat. The correct answer is A. A little fox. Who does Anna meet after taking a few steps deeper into the woods? A. A young girl. B. An old man looking for his lost dog. C. A park ranger. The correct answer is B. An old man looking for his lost dog. What does the old man ask Anna about? A. If she has seen his lost dog. B. If she knows the way out of the woods. C. If she has a phone. The correct answer is A. If she has seen his lost dog. We hope you enjoyed these Icelandic short stories. If you're looking to improve your Icelandic language skills, check out the following educational materials available for sale on Amazon. The books range from A1 beginner level to the B2 upper intermediate level. And keep an eye out for more Icelandic language videos on Sebastian's channel, and be sure to like and subscribe.